Nei, Þráin ég. Ég er veitingahúsaeigandi á Óks og Sumac hérna á Laugaveginum í Reykjavík og er matreiðslumaður og byggi Óks svolítið út frá því að við erum að nota eins mikið íslenskt eða bara öllu leyti íslenskt. Óks er einu staður sem erum að einblína á sögu og við erum að segja sögu af mat og söguna af hverju erum við að gera þetta, af hverju veljum við þetta hráefni og reynum bara svolítið bara heildarpakkinn. Og fyrir okkur á Óks er það rosalega mikilvægt að hafa tengsl við bændurnar til að geta sagt þessa sögu og líka bara ná í það besta hráefni sem við getum náð í á Íslandi og hafa gott samband við bændurnar upp á hvað við viljum kannski sjá og þá geta þeir kannski gert eitthvað fyrir okkur sem þeir myndi ekki gera annars. Já, klárlega eins og til dæmis á Óks þá hafa gestir mjög mikinn áhuga á því að vita hvaðan hlutirnir koma. Þeir vilja heyra sögur bóndann og þess háttar. Þannig að þetta er lítið staður og við erum kannski svona aðeins í öðruvísi heldur en margir aðrir staðir á Íslandi. En svo kemur það að Sumac líka, það er rosa gaman að geta boðið upp á íslenskt grænmeti þegar við getum það. Við notum fiskinn og notum kjötið og þannig að við erum að ná í allt Ísland sem hægt er að fá á þeim tíma sem það er í boði. Já, ég held að það sé alveg endalaust hægt að gera betur í bæði framboð og oft kannski hugsa út fyrir kassan að hvernig er hægt að nota hlutina, hvernig er kannski hægt að bjóða upp á aðeins lengur eða mismunandi ársfjórðungum eða ef maður segja svoleiðis. Og svo kannski líka bara að sé kannski sem er að batna mikið að bændur eru byrjaðir að gera fullt af hluti sem eru kannski ekki inn í þessu kassa. Stundum eins og Nikka á Sólheim, við erum að taka mikið hjá honum á sumrin sem er bara frábært. Á Óks erum við að byggja mikið af réttunum á tengingu við bændur. Nikk á Sólheimum eða þá til dæmis Tómas Ponsi sem er að gera frábæra tómat í Mosfellsdalnum. Hann Siggi okkar sem er að gera akurhænur og endur fyrir okkur hérna á Óks og út frá því að við fáum eggin hans, bæði andaregg og akurhænuregg. Já, bara hráefni nr. 1, 2 og 3 Óks, bara punktur. Á Óks erum við að byggja náttúrulega réttinu upp út frá hráefninu, þannig að þegar við fáum bara akurhænuna frá Sigga þá byrjum við bara að prófa okkur áfram og það er einhverju saga sem bara byggist ofan á þá sögu að við erum búin að fara til Sigga og hann er að rækta akurhænur eða öndur og við gerum rétt úr eggjunum og þar kemur bara spinnast það upp á kvöldin þegar gestirnir koma til okkar að við getum sagt mjög nána sögu af Sigga í þessu tilfelli og þannig að gesturinn fær svolítið mikið að tengjast okkur og sama sem við erum með myndir af bændunum hér og þar þannig að þú veist, bændurnir eru svolítið í okkar liði, þetta er bara eitt lið þar sem þeir eru að rækta, við tökum við gerum eitthvað úr réttunum og segjum sögu bændanna og okkar til gestanna sem fá upplifun á kannski bara, þetta er ekki bara matur, þetta er ekki bara fæða, þetta er einu upplifun að mörgu leyti í bragði, bara tengingu við gestinn og já, og öllu bara. Og eina sem ég segi bændurna bara halda áfram, við þurfum á okkur að halda. Þetta er grunnurinn, við byggjum ekki á sandi, við þurfum góða grunn til að byggja veitingastæði og þeir eru það.